samstöðir, þú veist, í svona hálft ár. Ég veit að þú ert með, þú veist, stærsta og vinsælasta podcast Íslands. Já, hrokafyllsti maður án atrennu. Nei, ég veit það ekki. Viltu annan púða fyrir bakið? Nei. Ertu góður? Já. Ég fyrir skónum, sko, og sokkanum. Þú ætlar úr öllu. Afklæddist alveg í viðtalinu til að vera... Já, af því að það er svona línan framtíðin. Heyrðu, já. Við þekkjumst náttúrulega ekki neitt, sko. Nei, hún er örugglega að stilla þetta. Laufey. Hvernig, þarf ekki eitthvað að stilla þetta? Já, við tekum við bara upp hérna og... Máttalega svari símum, sko. Já, alveg. Ég er líka úkslavend. Ég er líka... Ég verði eitthvað svo svakalegt. Já, hæ. Svakalegt spil. Nei, ég get ekki alveg. Hvað gera þetta? Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Er ég kannski með hann á? Oh my god. Þú mátt hafa hann á, sko. Nei, láttu. Er hringt í stöðu? Nei, mjög lítið. En mikið að skilabóðum, eða? Ábyggilega ekki, sko, ekkert eitthvað mikið. Hvað ert í mörgum grúppum? Það er svolítið hvað spurning. Ég er náttúrulega í árshátíð andlega fólksins. Ég líka. Þú ert komið þangað inn? Ég var sett fyrir löngu síðan. Þú er bara ekki þú mætur aldrei inn eitt. Jú, bara ekki í gær. Ekki árshátíðina, heldur. Ekki árshátíðina. Svo er ég grúpa sem heitir fótboltabullur. Er í lagi með mækinn hos Helga? Já, mér finnst það svolítið langt í burtu. Ég er alveg vanur að vera með hérna, sko. Aha. Okay. En hvað er þetta? Á ég að hafa þetta á? Þennan lampa? Nei. Þetta er bara fínt eins og það. Heyrðu það ekki? Já. Já. Sko, samstöðin, þessi þáttur, Grimm og Snar, er sendur út sko í útvarpið og svo er þetta líka í sjónvarpinu. Og FM og svo er þetta á YouTube og Spotify og þú veist, út allt. Bara láta vita hvað þetta er ógeðslega flott. Wow. Og Grimm og Snar er ógeðslega ekkert svo vinsælir. En mér langaði svo að vita, sko, það var svona tvennt sem mér langaði kannski að pæla með þér. Nei. Já. Ok. Þarna, mér langaði að spyrja það út í þessi þáttur er svona átti að vera svona hasar og gaman þáttur en er orðinn óslega mikið svona spiritual þáttur. Það er mjög mikið svona spákonum og talnarsbyggingum og stjörnusbyggingum og var ég búin að segja það? Ok. Búin að koma í þáttinn. En það átti að verða svona hasar skemmti þáttur og ég byrjaði að hlusta á hæ, þú veist, ég fór í svona psychedelic meðferð og ég gat ekki hlusta á Rás 1 eftir það. Nú? Og ég hef oft sagt það í, þú veist, þættinum, þessa sögu, að ég hætti að geta hlusta á Rás 1 eftir meðferðina, bara eftir fyrstu meðferð. Ég bara gat það ekki. Ég er búin að hlusta á Rás 1, sko, sem ég fæddist, þú veist, og og ég dett inn á hæ, ég vissi ekkert um þetta, ég vissi ekkert um ykkur
og þið voru bara bylgjulengdi mín, þú veist, eftir psychedelic meðferð. Nú, Við erum að tala frá rás 1 yfir í hæ. Vá, þetta bara frétt eitt og sér. Þetta bara ekki forsja, en þetta allavega Langt í það, sko. Hartnær forsja. Og þú veist, þetta náttúrulega svona vitnisburð hvað psychedelics frábær, eða ekki, skilur mig. Þú veist, skilur mig. Og ég var að hlusta á ykkur og var bara, vá, þetta það sem ég vil. Þú veist, þetta stemmingi sem ég vil vera í. Og vil vera í. Og en síðan var ég alltaf að hugsa, mér langar að gera podcast eins og þeir. Og svo bauð Gunnarsmári mér plattform Af því ég var að segja að þetta var svo leiðilegt, þetta væri bara pólitík. Af því ég veit ekkert pólitík. Hann sagði bara, kottu, gera skemmtiþátt. Og ég að reyna að gera skemmtiþátt. Svona hasar skemmtiþátt. Og já, við eigum alveg aðdáendur, sko. En mér langar óslega, þú veist, getur þú kennt mér, meistari. Ok. Ég bað ekki Hjálmar að kenna mér, sko. Baðst ekki hann að kenna þér? Nei. Ok. Við vorum bara borðað snúða og eitthvað. Já. Ok. Það langar mig að tala svo var eitthvað annað. Þátturinn byrjaður? Já. Ha? Löng. Já, þetta bara búið að vera spjallið. Ok. Þetta mystery box. Þetta mystery box? Þetta algjörst mystery box. Ok. Já, þetta bara takk fyrir góða kynningu. Það sem þú talar með psychedelicið, þetta sko, ég hef heyrt svolítið frá mörgu og margir sem að tala um mig sem að segja mér sem sagt það að sko að þeir hlusti rosalega mikið á hæ í, þú veist, þegar þeim líði illa. Ok. Og notið þetta svona sem ákveði svona geðlyf, jafnvel. Já. Hláðar með mér og Hjálmari, já. Og þeir hafa svona, og það greinilega eitthvað tjúna því að, sko, nú Hjálmar ekki í þeirri senu, ég nú búin að vera meira svona í psychedelic senunni. Og en það greinilega svona, þú veist, þetta er þú veist, sem að við höfum báðir svolítið svona, erum sammála, þó við séum eiginlega á flestum hornum ósammála hvernig maður ber að haga lífi sínu. Að þá erum við sammála að, þú veist, að alvarlegasti, eða þú veist, mesti sjúkdómurinn alvarleikinn. Að taka sig alvarlega og vera alvarlegur, og þú veist, og það er bara sameiginlegur þráður mitt okkar, þú veist, og það er það sem að vinskapurinn okkar hefur rosa mikið snúist út á, og ég held að sem fólk svona sækist einhverju leið í, að það er svona þegar við förum að fela okkur í vinasamböndum, segjum ekki það sem við erum að hugsa, erum, þú veist, ósátt og svona hlutirnir fara að liggja milli hluta og vaksa í einhverju gremju og passive aggression, og svo jafnvel verður til aftenging, og svo allt inni jafnvel dvínar sambandi eða hvað sem er, að við höfum alltaf átt gott með að vera í heiðarleika væpinu. Það kemur allt út. Og það er rosa mikil, þú veist, sjálfsátt og frelsi sem felst í því að ég geta sagt bara allt og vera ekki það er ekkert sem ég er að halda tilbaka frá honum eða hann, það er svona tilfinningin, sko. Og, og við höfum bara verið óhræddir við að þú veist, láta hvern annan heyra það ef okkur finnst eitthvað, og það alltaf er umverulegu spegill. Og fann maður að heyra sig, og ég myndi segja þú veist, það er rosalega, þú veist, oft fyrir fólk svo mikið að vanda sig að einhver verður sár þegar hann heyrir eitthvað, og við fyrir svona að sníða samskiptin í kringum persónuna, þú veist, svona, þannig að hún tryggirist ekki og verður ekki sár, en þegar það er bara farið, þá allavega fann maður að heyra allt. Og þegar maður fara að heyra allt, þá getur maður svona að byrja að taka tillit til þess, þú veist, og maður sé ekki alltaf sáttur eða glaður að heyra eða eigi eitthvað svona, þú veist, ég hef rétt fyrir mér og þú ekki, en það þurfi ekki allir að hafa, þú veist, maður þarf ekki að hafa rétt fyrir sér. Nei, maður ætti eiginlega
hafa sem minnst rétt fyrir sér, held ég. Í raun og veru, ef að sko, ég held að sé þarna í Dao De Ching, sem er svona alveg forn andlegu texti, að það er, og vinkona mín Byron Katie, sem ég hlusta mikið á, sem er svona andlegu mestari, hún talar sko, það er the don't know mind, það er hugurinn sem veit ekki. Það sem að kemur okkur yfirleitt í mestu klemmuna er gamla góða réttlætiskendin. Já, hún er svaklega. Hún nefnilega, þú veist, það er undir henni það sem við fáum sko kraftinn og ætlum að gera eitthvað og það er einhver, þú veist, ég hef rétt fyrir mér og þú er rangt fyrir mér og þar felur líka egoið sig á bakvið þessu svona réttlætiskend og hún er það sem að einkennir svo mikið, þú veist, allar deilur, þú veist, það er í raun og veru alltaf svo sem er í stríði er í raun og alltaf að verja eitthvað, hann er bara að verja sig, hann er bara, þú veist, ég er bara að verja sig aðeins fyrirfram eða þannig að og það er bara eins með líf okkar, þegar við erum komin fast inn í réttlætiskendina þá byrjar stríðið og eins og Byron Katie segir, vörn er fyrsta skrefið að stríði, þegar við byrjum að grípa til varna og það er það sem að ég upplifi að hafi verið lykilatriði í mínu lífi, það er að tækla mín eigin réttlætiskend og það er rosalega krefendi því að hún er mjög sannfærandi. Já, sterkend. Já, og maður þarf alltaf, þá þarf maður að byrja að efast sína eigin skynjun á lífinu og það sem maður heldur og þá allt í einu kemur í ljósa á bak við hana er eitthvað sem er miklu merkilegra heldur en það að maður hafi rétt fyrir sér. Hjálmar er svona, hann er andlegi meistari minn, sko. Já, líka minn. Pældi því. Það er skemmtilegt. Já, svo er hann ekkert á þessu ferðalagi eða þessari ferð. Nei, hann er náttúrulega miklu eldri sál en við. Já. Hann er svo mikill svona, minnum mig svolítið svona geðslæðið, sko, er eitthvað svo ofboðslega fínt, sko. Já. Og já. En sérðu, við erum, þú veist, þetta gerist bara í Grimma og Snar. Já. Við erum strax komin inn í tilfinningarnar og inn á þetta andlega. Já. Á ég bara að sleppa tökunum, á ég ekki, þú veist, ég fór að hugsa eins og þið eru með svona í þættinum, þið hringi, fólk gerir svona símat og þið eru að gera, þú veist, þegar þið fá fólk í þáttinn þá eru það að spyrja ykkur spurninga og svona. Og ég er alltaf að fatta það sem þú ert að segja mér er, þú veist, ég fæ oft fólk í viðtal og það er líka einn gestastjórnandi með mér, við erum bara vinkonur sem erum bara meira að bulla en það er akkurat þær aðstæður sem geta búið til, þú veist, eins og núna erum við þekkjumst ekki neitt og við erum bara eitthvað svona, þú veist, að reyna að vera kurteis eða, þú veist, við erum bara kanna svona, þú veist, þess að náu ekki alveg að fara þangað sem þú og Hjálmar farið á ég kannski bara gefur upp ég ætla kannski, þú veist og líka, hvernig datt mér í huga ég geti bara búið til eitthvað svona nýtt hæ það er sko, ég held að leggja allir að stað með einhverja fyrirmynd að því sem það er að gera, allir sem er að skrifa eða gera, þeir eru alltaf með fyrirmyndir Bítlarnir var alltaf sér fyrirmyndir þú veist, eiga sér og svo verða þeir fyrirmynda einhverjum öðrum, við þurfum alltaf einhvers konar módel við erum svolítið eins og laukurinn, svona mannlega vitundir, hún vex alltaf eitt lag í einu. Þannig að það er oft gott að hafa einhverja fyrirmynd, en svo er náttúrulega er besta útgáfan af þér er orginallinn, sko. Besta útgáfan af þér er ekki, þú veist, það sem þú heldur að þú er að vera með eitthvað annað. Og augljóslega hérna, þú veist, að segja, ef ég myndi taka þig í spjall og segja, kendu mér að gera gaman þátt. Ég veit, þetta þú ert að koma erum komið Helga þetta er nú einn mestur rugludal sem ég þekki alla ég veit það ekki, heyrðu, hann sendi mér skilaboð í morgun hlustum á þau heyrðu, þetta er bara allt annað taktur má ég það? Já. Þetta var svakar en hvernig fannst þér ég tæklaði? Ég tæklaði þið nefnilega, sástu það? Ég var alveg, hann fattar kannski ekki húmorum minn já, varst þú tilbaka? Var þetta ekki húmor? Já, sem þú varst, að þú var orðin ringlaðs. Já, ég skrifaði að þú gerir mér ringlaða með þessum skilabóðum. Ég aðferði mig við S.O. og hún sagði að þú sést pure love
sjá nú Já, til með þetta það. var- já, þetta var mjög Sjá djúpt. nú til með það. Já, ég þekkti ekki nóg, ég hugsaði bara, ok, hún hefur ringlast af því að ég, Nei! Ertu ekki að grínast? Ertu bókstaflegur? nei, þú veist, ég þekki þig ekki nóg vel til að vita að þú hafi Nei, ég sagði það nefnilega. Ég hugsaði bara, hann gæti kannski ekki náðu þessu. Að þetta er bara ég að vera, ég meina, come on. Já, ég hugsaði, Nei, ok, þú tekið svo... Ég veit þetta er stuttum fyrirarbæri og ég ætlaði bara að láta þið vita að ég kem á eftir og mun því miður ná að koma og þið getið bara leitt að við munum sjást á eftir. Plaka til að sjá þig. Ég var þetta viðbjóðsla að fyndi og þarna og síðan er ég að halda áfram í gríni. Ég segi eitthvað, ég hef rétt í þessu sett hlæjukall á þú skilabóð. sagðir, fyrst svaraður, sko, nú er ég ringluð. Ég sagði fyrst, já, ég sagði eftir það, þú gerir mér ringlaða með þessum skilabóðum, en ég ráðfæri mig við SO og hún sagði að þú sést pure love, sjá nú til með það. Já, já. Ég tók þetta bara á face value, sko, þú værir actually ringluð, því að það var allt í þessu sem var, heyrðu, stuttu fyrirværi og þú strax hugsa bara, veist, og reyndar að þú spilar aftur hérna þegar ég segi svona fyrirvavari, ég segi alveg fyrirvavari, svona eins og ég sé ekki að þetta svona óöruggu með síman Ok. og ég er að tilkynna það, þú veist, til miður. Já, ég veit að ég hélt Sem þú ég- væri að fara að slaufa. Ég veit Að því ég er búin að ganga eftir Já, í mér fannst hálft ár, það- heilt mér ár. fannst það Hvað svo er ég búin að ganga eftir í Já, lengi? bara- Við getum séð það ef Instagram-reikningur minn var ekki hakkaður, skilur Er hann ennþá hakkaður? Já, ég get ekki náð þessu. Er það ekki? Nei, Hvað íttur á? en síðan, Hvað íttur á? ég ítti ekki á neitt, þetta var bara hakkað. Og íttur ekki neitt og gerir ekkert skrítið? Jú, eftir það. Nei, bara áður. Fóst ekki inn á eitthvað link og Nei. helst þú verður að vinna Nei, ég er ekki fáviti, sko. Ég er ekki að segja að þeir sem gerir það Já, séu hljóma fávitar þetta þannig. Nei, hljóma ég þannig eða Já, þetta. bara þú sagði ég er ekki fáviti og náttúrulega settir alla þá sem íta á eitthvað. Ég sagði síðan, en Já, þú en þú ég veist, tók þá það vissi tilbaka. allir hvað þú Nei. meintir samt. Já, en samt, Komstu þú veist, upp við þig? það var bara svona einn partur af mér. Já, það já. var bara þessi partur sem er ógeðslega svona Varstu bara hrókafullu hökk og vissir partur, en ekkert af ég hverju er og- bara, þú veist ekki hvað ég er humble as shit. Sko. Ég hefði haldið þetta að vera íta á eitthvað, sko. Nei, ekki neitt. Ok. En ég síðan skrifaði þú, mér leið svo fyndnum að senda þetta. Þú getur ekki ímyndað þér, skrifað þú. Já. Þá skrifaði ég hef réttið þessu sett broskall á skilabóðin. Já. Það er hlæjukall. Já. Já, hlæjukall. Já. Og þá segir þú takk fyrir skilningin. Halló, þetta er svo, ok, en ég vissi samt, ok, ég hugsaði bara, hann þekki mikið neitt, hann veit ekki hvernig húmor ég er með, hann heldur kannski ég sé ósla alvarlega andleg típa, Já. af því þú ert náttúrulega búin að horfa á alla þættina. En, vinur minn, nei. Þú ert ekki alveg andlega típa? Nei. Ég er ekki andleg típa. Nei, í alvörunni. Ég er að reyna að vera... Sko, hefði þú viljað, sko, vera Ha? fyndin í þessum skilabóðum á móti, eða eins og ég hefði kosið að vera fyndin. Hefði ég vilja vera fyndin? Þú veist, til að gera Ert þetta þú aðeins eitthvað markar á það? Já, hefði þú geta gert Ó, aðeins þú hefði nei. sagt, hæ, heyrðu, virkilega frábært að heyra að því, Nei, ég ekki þú, taka brandara þinn og endur segja. þú er bara svona, Nei, þú er bara ég sé þú við, spegla ég bara heyri snúna hvort að við. hugsa, sko. Ég þekki ekkert nógu vel þið fyrir að fá speglun að því að ég hef verið, ok, hann þekki mikið, ég þarf að spegla þetta til að hann fatti að því að þá er ég að vísa í hans húmor og þá fattar hann. Ég ímyndaði mér jafnvel að þú myndir sko, bara haldi ég væri ekki að koma sko. Vissirðu að maður fær hérna dópamin við að rökraða? Nú er það? Já. Og hérna, já. Já. Ertu ekki í hérna dópaminbindindi? Jú, ég tók mig þannig, nú þarf ég að hætta þessu. Það er að hætta að rökra, vera sammálaðir. Nei, ég er ekki að djóka, sko. Það er búið að mæla það. Það er búið að mæla, það er búið að skrifa það niður. Það er bara að setja það inn í dópamintöfluna. Já. Huberman er búin að rannsaka þetta í heila, Já. í Stanford. Já. Og það eru bara lærðar hérna, já, það er bara... Ég held að sé rosalega gott bara yfir höfuð að maður þurfi að hérna, að því að það sé ítt aðeins á mann.
Þetta svona svolítið eins og að fara bara í að rektina og lifta, sko. Þú ætlar hvað að fara, að þurfa að, þú veist, já, ég alveg sterkur, já, svo ég sterkur, fara þá að sýndu, skilur, lifta einhver og gera eitthvað, alveg eins og með þetta, svona, ég sammála öllum með, ég skilur, þú veist, svo ertu það ekkert, skilur, getur bara. Mér finnst það rosalega gaman að rökra og mér vantar líka dópamin. Vantaði dópamin? Já, Ertu oft. viss? Já, ég held það. Hvað með serotonin? Nei, mér vantar alls Endorfín? ekki. Nei. Ekki? Ég held ég sé, þú veist, dópamin Ég þurfti alveg að vera langur vegu fyrir mig að læra að það væri til eitthvað annað en dópamin, sko. Já. Svo mikið svona framistuðu, standa sig, gera vel, duglegur. Já, ég er samt ekkert duglega. Nei, það er það sem dópaminið er, sko. Við erum í svona samfélagi sem allir eru svona duglegir. Við erum svona dópamindrifin. Já. Mér finnst þú samt ógeðslega duglegur að byggt þetta hús. Það, þú veist. En gert upp hús, já. Já. Mér finnst það rosa mikið svona, mér finnst það mikið að einhvern veginn treysta sér í svona mikið efni. Já, ég er náttúrulega inn bara í efnið. það var náttúrulega sko þarna kom bara þegar ég keypti húsið og fór í þessa framkvæmdi fyrsta lagi þá var í mér rosalega blundaði mikil þörf að vera séður og að fá að vera viðurkenningu og vera klappaður upp af öllum fyrir að vera duglegur og svo kom næst inn bara svona barnalegt saklis það hvað ég væri raunverulega að gera. Já, bara þú áttaðir á bara Já, bara svo bara þú veist þegar, en svo bara skilur á árið 2 eða 3 eða þú veist eitthvað eða 4 í framkvæmdum og þá fær maður svona skilja raunverulega hvaða þýðir að vera að forgangsraða reikningum öll mánaðamót og vera með sting skilur að búa til tekjur og að fá reikninga borgaða og að borga reikninga móti og þú veist þetta er bara, ég myndi segja að þetta er svona raunverulegasti viðskiptaskóli sem ég hef farið í Já, þú veist, bara business er náttúrulega bara raunveruleg, ég er náttúrulega með sko 2 masterskráður og 1 BS-skráðu og það er ekkert viðskiptaskóli við hliðan á því að fara í raunveruleikan, sko, sérstaklega með heimili og hús, það sem hún býrð og undir og upplifir sko svo mikið, óryggi. Já, einmitt. Og upplifir það að þú ert svo, að maður er, einhvern veginn, staðurinn sem hún býrð, þetta er eitthvað svona í bara sækínu eða bara í svona undir meðutundinni bara eitthvað staðurinn sem býrð er ótryggur það er óljóst hvað verður hann og þú veist það er ábyggilega ekkert ég get alveg það mjög mikið minna mál að vera í framkvæmdum en maður er með nógan pening fyrir því en að vera alltaf að ströggla fyrir einhverju nýju og svo kemur alltaf þetta auka upp á og allt í náttúrulega bara búin að fara út í búð og kaupa kítti fyrir 52.000 sem maður vissir ekki að vera partur af þessu eða það er að kaupa 5 nýjar plötur fyrir veggina sem að fyrir 180 og þú varst einhvern veginn ekki búin að gera ráð fyrir því á sama tíma að maður er að reyna að harka fyrir því að eiga fyrir öllu þessu dóti og búin að gera og svo er líka kemur svolítið svona bipolarinn í ljós að maður svona fer alveg í bara þú veist bara dýftirna, bara vaknar andvaka á nóttinu bara hugsa þetta, hvað er ég að gera og svo allt í einu kemur kaffibollin og þú keyrist upp og já, hvað er þetta og tekur jafnvel næsta skref inn sko og þetta er algjör svona kennsla í að því að svo endanum verður maður bara svona alveg tómur Já, einmitt þá allt í einu er þetta bara svona að því að það kaldanestlega við öll markmið þau eru náttúrulega tóma endanum sko sem er náttúrulega húmórinn sko the cosmic joke Einmitt eitthvað svona rembast og eitthvað þarna og svo kemur þetta og bara eitthvað oh shit bara það, ég upplifði þetta allt sko Það er alltaf svona, þú ert samt eftir að deyja Já, og deyr samt Þú ert samt eftir að deyja Já, og það er einhver annar búin að gera miklu meir en þú og Já, og svo skiptir þetta og líka bara og einhver hrósaði fyrir það og það hættir að skipta máli og þetta er bara álit, þú getur ekkert gert við álit annar, skilur það bara er þarna og safnar þið ekkert í póka eða fer með það eitthvað eða Svo þarf maður að hugsa allt sem maður á Svo kemur það, bara viðhald og það getur eitthvað klikkað og allt þetta sko þannig að, já, það var rosalega skóli í því að Já, ég trúi því einmitt að svona það var svona alveg raunveruleikinn einhvern veginn að svona þessi
drífandi og ég held að þetta sé bara partur af öllu sem eitthvað í dag bara hefur alltaf verið, bara gegnum mannkynssöguna að við erum eitthvað með eitthvað svona ég kalla það svona dagdraum eitthvað líf, það sem allt verður æðislegt og áttum okkur ekki á því í raun og verið þessi dagdraum bara svona til að hylja það að það eitthvað í okkur sjálfum sem við viljum ekki horfast augu við. Já. Að því við ímyndum okkur þegar þessi draumur muni rætast þá muni allt verða gott að eilífu. Ég hef oft hugsað hvort það sé in the end bara alveg, í gegnum allt þetta, allar þessar flóknu tilfinningar og kompleksa og trámað og hvort það sé ekki alltaf þetta ég dey, allir sem ég elska eftir að deyja, ég eftir að deyja, ég þarf að fara frá þessu öllu, ég þarf að fara frá húsinu, frá öllu dótarínu líka, og ég veit ekkert hvað gerist. Nei. Og ég veit ekkert hvert ég fer eða hvort ég fer eitthvað eða bara, og þetta er náttúrulega svo mikil agony að díla við. Ég gæti alveg trúa því að þetta sé svona alveg stóra sárið okkar. Það er nefnilega eins og þið segja það er eitt sem er verra en að fá allt það sem maður eða fá ekki það sem maður vill, það er að fá það sem maður vill. Einmitt. Þá mætir þú svona, þetta er bara eins og ólympíufararnir sem að Já, ég meina að tala allir þetta, allir svona afreks og þú bara hugsaðir eitthvað, ég mun ekki lendi því, ég mun öðlast drauma mína og það fyrir mig verður það öðruvísi en alla aðra og ég mun raunverulega ná njóta þess að og líka bara, ok, og hvað er þetta þá ef þetta er ekki það að ég eitthvað neginn lifi mitt full potential og ég eitthvað neginn láti drauma mín að rætast, hvað er þetta þá? Já, og það er svolítið skemmtilegt því að inni í öllum svona metnaðarfullum markmiðum er náttúrulega innifalinn svona að við þurfum svolítið að þróa okkur sjálf sem einstaklinga, að sjá hvað við höldum að við þurfum að vera fyrir heiminn til að sjá að svo er svona inherent eða svona innbyggt í það er rosa mikið sjálfhverfa. Já. Svona markmið fyrir mig og ég svona er að sækja eitthvað, sækja álitan, að sækja eitthvað skilurðu og svo þegar þú kemur þangað þá ferðu raunverulega að vita hversu mikið af þessu var fyrir mig og eftir því sem maður er búin að gera kannski minni vinnu í sjálfum sér og svona minna átta sig á því að þetta snýst á endanum bara þig og þína tilfinningar og hvað þú hefur upplifað ef þú ert búin að vera að gera á þóknastöllum þá er rosa skellur að fatta að þetta var það er svona kallað svona, þetta getur oft verið svona sjálfsmarkið búin að vera alveg að þeysast upp öllin til að ná þessu marki inn og bara sóla alla og svo bara fattar að þetta var bara sjálfsmark og það er svolítið svona svona og þá kemst maður náttúrulega bara að því eins og alltaf að þetta getur aldrei snúist raunverulegum annað heldur en annað fólk að hjálpa, vera til staðar það er hinn áhættulösa fjárfesting sem við getum gert og hún er í því að gefa af sér og vera til staðar og það er alveg, og svo er það bara heill skóli og vegferð og auðmýkt og mann langar ekki og það er sinnuleysi og Einmitt. Líka svona einmitt og það er náttúrulega svo mikil hætta á því að detta inn í eða það er svo erfitt að það er flókið að vera á sínum vegi og það er bara ok, þetta er minn vegur það er engin annar vegur en minn vegur og ég held að þessi alltaf verið að kasta okkur inn á okkar veg líka bara þegar við rötum út þegar við rötum og ég held að það sé bara rosa mikið handrit sem við fáum maður heldur að maður sé að taka svona fullt af þetta er eins og ég er búin að vera að skrifa bókum þetta málefni, andlega ferðalagi og svona og það er með tekið þessa línu, þú getur orðið allt sem þú vilt sem er svona einhver pepp fyrir það og þú getur bara gert það sem þú vilt í lífinu það er bara ekki rétt en spurningin sem er eiginlega betri spurning, viltu allt sem þú ert?
Já, eða bara það rétt, þú veist, það sagt að okkar kynslu sé svolítið eða þú veist, þú ert eitthvað yngri en ég, en það sagt að okkar kynslu sé svolítið fucked up að því að það sagt þú getur gert allt sem þú vilt, en, þú veist, og sagt svo mikið vitleysa við okkur, það ekki þannig. Sko, þú veist, þetta líf svo rosalega hverfult. Og já, það kannski bara koma aftur að því sem ég svona talaði svona, sem dagdrauminn sem svolítið það að þú veist maður ímyndar sér sjálfan sig eitthvað svona bestu útgáfa af sjálfum sér í huganum já. Og þessi útgáfa hefur kannski ekkert með það að gera hvað maður raunverulega hún bara svo sem maður ímyndar sér að muni og svo fyrir maður að ströggla við það að verða einhver útgáfa af sjálfum sér sem maður heldur að vilji verða sem maður muni búa til eitthvað virði fyrir maður verður að skapa virði fyrir aðra ef ég verð svona þá mun allir fíla mig skilurðu og þá svo mikilvægt að taka þetta frá hinum endanum sem þú veist, ok, þessi draumur minn ætlaði til að, þú veist, hvaðan kemur hann úr skorti, kemur hann úr því að ég þarf að vera séður, ég ekki að samþykja mig og oft þurfum við að spila, ég tala svolítið maður þarf bara að spila sig út maður þarf að spila út draumana sína til að sjá hvað færa manni raunverulega og það getur gerst, þú veist, hjá fólki sem að ég held að, þú veist, hinn fullkomna fjölskylda eða eiginmaður eða börn myndi gera sér hamingi sem bara til að finna út að, þú veist, svo var búið að fela sig öll þessi ár og kemur allt í hennu bara í burnout, skilur, sem er náttúrulega bara svona, hún í burnouti, hvað var það? Svo mikið að gera í vinnunni? Nei, þú veist, það þannig eins og að leita út, en það verður bara manneski sem ætlaði að finna sjálfa sig undir ykkur hlutverki sem hún hélt að myndi tryggja henni rosa öryggi og ást en það bara ekki þannig við þurfum alltaf að sýna sjálf okkur og við þurfum að eins og ég hef upplifað við þurfum að hætta á höfnun allra sem að standa okkur nærri til að verða hver við erum það svona oft tala bara veist, ég segi það eiga allir óháð kynhneigð sitt koma út úr skápnum moment sko. Við þurfum öll að koma einhvern veginn út úr skápnum ég svona og ef þú gerir það ekki þá bara, þú veist, you suffer the consequence og þú bara lifir lífið sem svona alltaf hárfínt lag af ykkur óanægju og þreyju og finnst þú aldrei alveg vera séður og eitthvað svona það bara því að maður ekki búin að segja svona ég því við þurfum öll að slíta þessa strengi sem eru væntingar, foreldrar okkar og fjölskyldu og samfélagsins og skilur, koma út úr þessu kerfi og það bara stóra og þess vegna enda maður í sjálfsvinnu að því að þú veist stóra taugakerfis sko, taugakerfis vefnaður náttúrulega gerði með foreldrum okkar fyrstu ára ævinnar þegar þau bara stjórna öllu og ráðu öllu og við viljum það bara, það bara þægilegt það bara eitthvað sem sér það og takes care of you og bara sér til þess að allt sé uppfyllt og það í okkur þessi löngun og þess vegna þegar fólk fer í sambönd og það talaði þetta móðusár og föðusár og við erum svona að leita að þessari sömu hlýju, sama öryggi eins og við fundum í foreldrum okkar og það þetta sem við erum öll að setja okkur við í lífinu að vera fæðast einstaklingar og að finna sátt í því að vera maður sjálfur að því annars er maður alltaf að leita að öryggi í því að aðrir samþykki mann sem náttúrulega ekkert öryggi að því að þú veist, fólk spreyti skoðunum við verðum til vonbrigða við, þú veist og í því að reyna að láta eitthvað líka við sig það maður að fara að beita svona smá blekkingum og aðeins að passa að þessi partur af manni sjáist ekki eða þessi sjáist betur og í því verður allt drama sko. Líka við erum svona við erum oft svo mikið í svona tengslum eins og við séum ennþá börn sko. Líka við samfélagið og Já, bara fólk að taka tantrum þú veist, bara svona verið brjálæðiskast og þetta eru svona þroskari leiðir en þetta bara sama leiðin og áður þetta bara svona En ég svona mér samt svo gott, þú veist, svo veist að segja uppálega þú veist, þetta með þennan léttleika sko, að það eitthvað svona það svo mikið æðruleysi í því þú veist, og það líka svona að taka hlutanum svona
Já, bara eins og þeir eru, sko. Og það er líka svo mikið þakklæti í því. Þú veist, að vera léttur. Já. Það er svo mikið þakklæti Vandinn er, og auðmýkt. Já, og það er kannski það sem æðruleysi. gerist, sérstaklega eins og þú veist, bara í kringum það þegar með þú veist, að byggja húsið og alls konar svona og byggja það er svona, það er eitthvað loka útkoma sem að binda mig við og þetta þarf að vera svona á hinsegin og í því ferli alltaf þegar við bindum okkur við einhverja útkomu í lífinu að þar byrjar alvarleikin að læðast inn. Já, einmitt. Þú veist að þegar við sko sáum ekki bara fræinu, við ætlumst til að fá þessa útkomu. Já, þá fer þessu auðmýkt. Þá fer auðmýktinn, nú er ég búin að æðruleysið. Já, nú er ég búin að ákveða svona átt að vera og það er náttúrulega, þú veist, og svo er náttúrulega vandinn að svona eru markmið náttúrulega, svo nærðu markmið með því að setja þið markmið og vera, þú veist, ákveðinn og allt þetta. En svo stutt í það, þú veist, að þá hverfi sko hinn raunverulega forgangsröðin. Já, þetta er líka bara... Í eltingaleiknum við stóra, þú veist, The Golden Shrine, sko, stóru gullkistuna, gleymir þú veist, auðmýktinni að vera með fólkinu sem er í kringum þig og litlu momentin sem skiptir máli og þetta er bara rænt af manni, maður bara í einhverju símtali við einhvern innamann eða bara hvað sem í einhverju fyrirtæki og maður vinnar löngu vinnustundirnar og þá missur af þú veist, veislunni sem á fjölskyldan eða matabóðunni og gefið þér ekki tíma þessu litt og svo upptekin eða komast þangað og í því hverfur þegar svo þú kemst þangað þá ertu ekki búin að gera neitt annað en að bara tjúnað upp í að vera ógeðslega háð dópamín fíkninni að þú veist, fara eitthvað lengra og lengra og lengra og hún endar aldrei. Það er þetta æðruleysi sko. Og eina sem slekkur á þessum svona endalausu þörfum hugans, það er þakklætið og endanum þarf bara þakklætið að vera fyrir allt þetta sjálfsagða sem að manni finnst náttúrulega að teka þessum gefnum hlut sko. Bara það geta farið út í búð eitt og sér er náttúrulega bara ótrúlegt, þú veist. Já. Það að, þú veist, anda súrefni eða hafa hreint vatn eða skilur, þú hefur engan tíma til að pæli þessu þegar allt er á fullu sko. Vissir að bómaðurinn er svona svolítið gúrú-merki að ég veit ekki hvað stjörnumerki þetta er. Ég er náttúrulega að tjekka á því ég fór að hlusta á hæ. Já. Hjálmar er sko Vog eins og ég. Já, þeir eru Vogir. Við erum Vogir sko. Ég er 5-föld Vog sko, ég veit ekki hvað Hjálmar er. Hvað er hann? Hefur kíkt á kortið hans? Já. Hvað er þú rísandi? Krabbi. Þú ert rísandi krabbi. Já, auðvitað þurftur að búa til svona heimili. Það er rosalega mikilvægt fyrir þig. Já, fyrir þá sem eru líka tunglinauti, tilfinningarnar eru naut og nautin er svona jörð. Það er Venus stjórnar nauti sko. Já, einmitt. Já, það er jörðin og svona nautnin. Það er tunglið þitt. Já, þú ert þá kannski svolítið nautnamaður í tilfinningum. Svolítið, en síðan, já, svona vatn, eld og jörð. Rísandi krabbi. Ég fengi alls konar komment á stjörnukortið mitt. Eitt sagði bara að það væri ótrúlegt, ég væri bara á lífi. Nei, ekki gulli stjarna. Nei, hann er nú ekki, hann gefur lítið fyrir svoleiði sko. Já, ég veit það. Hann er mjög, ég mæli sérstaklega með honum sko, hann hefur hjálpað mér mikið. Hann er æðislegur. Saman hvað fólk hefur trú á stjörnuspekið ekki, að þá er þetta bara, finnst mér þetta góð leið til sjálfskoðunar. Já, þetta er bara þriðji aðilinn sem er alveg hlutlaus sem kemur inn í og segir eitthvað brútt. Já, og fólk getur alveg metið að hvort það finnst að tengja við eða ekki sko, veist, og það finnst mér vera, sem eru með eitthvað fordóma fyrir stjörnuspeki og ég, ekki eins og sé eitthvað, já, þetta eru vísindi, þetta virkar, búið að sanna það, en þú veist, prófaði bara eins og ég gerði, bara byrjaði bara að tala við eitthvað svo gulla og bara allt í henni fekk ég bara, vá, ég fekk rosalega mikið út í þessu. En bara who cares? Skiptir það einhverju máli? Nei. Þú veist, af því þetta er bara eitthvað, skiptir það einhverju máli hversu sanna að þetta spil sé, þú veist, ef maður dregur eitthvað spil, þú veist, þetta spil er bara komið með eitthvað view og speglar eitthvað, augrar einhverju, þú veist, í hugsunni. Ég kallaði þetta sko, ég kallaði þetta snákáli hérna. Það er allt, þegar maður er einhvern veginn að byrja að skoða sjálfan sig og skoða mannesku sem er mjög föst í sjálfur sér, þá treystur hún engu. Einmitt. Hún treystir engri leið til en það er óslega mikilvægt fólk líka. Hvað þá? Mikilvægt? Sem treystir engu. Já, ég bara treystir, sem er bara svona treystir, vísindin eiga náttúrulega aldrei að koma niðurstöð, þau alltaf verðum að opna spurningu í endan.
Já. Það eru alvöru vísindi. Já. Það eru alvöru vísindi sem eru með, síðan kemur spurningamerki. Já. Þú veist, en hérna, við erum eitthvað svo, það er svo mikilvægt að séu alls konar heilar, sko, á jörðinni. Vandinn er að okkur bara kennt í, þú veist, við förum svolítið í gegnum skólakerfið sem er svona réttasvarið. Hvað er rétt svar? En núna, hvað er rétt svar? Og það er svolítið erfitt að fara, þú veist, þegar maður er svona bara búið að kenna manni og innræta manni það að sé alltaf eitthvað svona rétt svar. Og það er held í sjokki sem við fáum eins og bara, tala nú ekki bara eins og í kringum COVID, þegar það bara kemur eitthvað þríegi og þríegi er að segja hvað er best og þú veist, alveg eins og bara þetta er svona eins og kennarinn í skólanum að búið að ræða saman og þetta er svarið. Og svo bara allt í einu, er það rétt? Svo getur allt í einu fattar bara það að rannsóknir eru bara að fara rosa mikið eftir því hver er að framkvæma þær og hver er að styðja þær og hver er að, þú veist, það er svona, það er svolítið óþægilegt og sérstaklega í talinu ekki að byrja á okkur svona psychedelic ferðalagi og þú allt í einu fattar bara hvað skilyrðingar samfélagsins, fjölskyldunar og allra hafa mikil áhrif á, sko, að þú er bara aldrei efast þær, þú veist, bara svona sem að mér leið stundum bara að ég myndi prófa að byrja að efast þyngdarlögmálið að það geti ég bara farið, sko. Þetta er alveg þannig dæmið, sko. Já, ég veit. Bara þú byrjar að efast hluti sem þú hélst bara að þetta aldrei efast og það er rosalega skref út úr örygginu sem við erum alltaf að leita eftir. Við erum svona öryggisfíklar. Já, ég veit. Og það er ekkert raunverulegt öryggi, þú veist. Það er alltaf bara blekking. Já, og það er erfiður, þú veist, og það er bara sem að kvíði eru, ég meina, bara glíma margsins og kvíða á æfinni og þú veist og það er alltaf kvíðin, lausnin út honum er alltaf hjartaopnunin og hjartaopnunin er svolítið að vera bara opin fyrir því að lífið er bara alls konar og það er ekkert, þú veist, eina öryggið er að sættast við að það er ekkert öryggi, þú veist, að sættast sífellt við það að það er bara lífið heldur áfram. En á sama tíma er okkur alltaf haldið. Þú veist, við erum hérna með bara, hvar er ég í dag? Ég styrir í fötum og mér líður vel og það er gólf hérna. Það er gólf, það, þú veist, stiðum við okkur, við sittum í góðum stólum, andardráttum fyrir inn og út og skiljuðu svona, hversu mikið er okkur haldið? Það er hérna eitt, hérna Guðmundur Kampan, hann sagði hérna, vappar ósendur ungi á bakka, með augun blikandi af þrá, en sumir þori til þess að hlakka sem þeim er annars að fá. Gegn svo mörgu sem Guð þeim sendir, menn gera kvíðan að hlíf og kvíða svo því sem aldrei hendir og enda í kvíða sitt líf. Og það er einmitt, þetta er hlíf, þetta er vörn. Já. Hún er líka, eða, veist, kvíðin er hlíf, hún er, þú veist, já, gera kvíðan að hlíf. Ég veit alltaf bara þegar ef ég er komin inn í einhvern kvíða þá þarf ég alltaf að vera í hjartaopnun. Ég þarf bara að fara að opna, ég þarf bara að opna mig fyrir fólki, ég þarf að opna mig fyrir lífinu. Þú veist, ég er orðin og smár, ég er búin að láta eitthvað varða, skipta með máli sem að, og þú veist, þannig að það er alvarleikin læðist inn, skilur kvíðin er bara það að maður byrja að taka einhverju mjög alvarlega. Og í stóru mynd heimsins þá er litli kvíðimanns, saman hversu stóran er alltaf bara litli kvíðimanns, sko. Alveg eins með gremjuna og allt þetta dót og bara svona þegar maður lendir úr syngi við heiminn, sko. Einmitt. Og við erum einmitt. Og síðan er mismunandi, þú veist, hvort maður sé tengsla kvíðin eða hérna kvíðin í efninu eða þú veist, þetta er alls konar. Já, og svo líka kvíði byrjar að vera notuð sem einhvers konar, þú veist, svona eins og þú talar sem eitthvað skjöld, sko, það sem að fólk bara gera ekki, ég bara, og ungu krakkarnir hún er það líka, hún kemur inn til að venda og maður þarf að sjá hvað hún er að venda, það er það sem ég er að segja, ekki. Það er margir krakkar sem segja, ég vil ekki fara núna eitthvað, ég vil ekki gera því ég er kvíðin og svona er þetta eins og eitthvað berskjöldun og svona er þetta berskjölda sig en svo fyrir að nota berskjöldunina sem skjól og þá er norðin akkurat öfugt eins og það getur verið mjög krefindi fyrir marga að segja bara já ég er kvíðin og svona gangast við því en svo getur við byrjað að nota það sem vörn líka og það er náttúrulega þar þrífst síðan fórnarlambi sko, nei ég er kvíðin. Vistu það eru kynslóðir einna sem þú veist geta ekki sagt
að það séu sko, viltu meira vatn? Nei, ég vil aldrei. Þannig að það eru til kynslu, eða þú veist, það eru kynslu sem geta ekki sagt sko, það er ómikið berskjöldum fyrir það að segja ég er þreytt. Já, Ég er þreytt. já, Það er bara það er bara of mikið varnarleysi. já. Pældi í því hvað er bara eitthvað heartbreaking. Já, já. Staðurinn bara geta ekki sagt ég er þreytt. Eða ég er þreyttur. Bara, þú veist, eins og þú sér bara í stríði, sko. Já, já. Þú er bara í stríði, það er rosalega hættulegt að vera þreyttur í stríði. Þú veist, hugsaðir, við erum að koma úr svo rosalegri harnesku. Já, já. Og mér langar samt svo að þú kennir mér að gera svona, hvernig getum við, mér langar, eigum ekki að fara léttara nótir, eða eigum bara, þetta er eins og þetta sé kampaðin, sko. Já, Þetta er samt bara vatn. Eigum að fara á léttara nótir, eða eigum að vera bara, Þú náttúrulega... Reynir var ekki, fyrst það er ekki í podcast, þú reynir ekki að stýra, eða hvað? Ég vildi vera búin að skoða eitthvað að þáttunum. Já. Og gera það. Horfur eitthvað á podcast. Nei, jú, þú veist, eitthvað, þú veist. En líka því við þekkjast ekki neitt, sko. Hvað heldur þú að Gísli Marteinn þekki alla sem hann tekki viðtalega, þú veist, Hann eða Larry King, hann er professional. Já, hann þekkir alla. Ég er bara eitthvað svona nobody, eitthvað byrjandi. Við erum alltaf bara eitthvað nobody, sko. Þú veist, þetta er bara, þú tekur bara eitthvað viðtal, þú ákveður bara og fara eitthvað. Og svo bara reynir maður að elta þráðinn sem er mest lifandi. Já, og svo er maður, þú veist, og stemminguna. Ég Já, finn já. alveg við fyrir bara hérna beint á hérna í djúpið. Já, einhvern já. veginn. En þú líka stjórnaði, sko, þú getur alveg fengið aðra útgáfa mér. Já. Þú veist, það fyrir bara eftir hvað tónnir í þér. Ég stjórna, ok. Hvernig tóna ég að setja í mig? Þú veist, að þú vilt vera í gaman tón. Já, sem er. Ég er bara, ég er Við náðum hlusta. þetta ég smá bara- tíma þarna, en við veistum frá maður Já, ég veit það. Þá náðu við einhverju. Já, ég er að segja, þú veist, ef þú er áhuga að fara í það, þá þarfst þú að setja svolítið svona, skilur, ég gerði til dæmis, Ég hringi Hjálmar. viltu hringi Hjálmar? Heldur hann svarið þér? Ég veit það ekki. Hann svara þér eða ekki? Hann hefur alveg gert það, sko. Pröfa að ringja hann. Hann er örugglega ekki með mig vist það, sko. Nei, Já, hann er svo forvitin, sko. Ég veit það. Halló? Já, hæ. Hæ. Þetta er Imma. Hæ, er ég mér? Hæ, já, hæ. Hæ. Heyrðu, Já. varstu með mig vist það? Hæ. Vistaðu mig. Þetta er Imma hérna í Grimma og Snar. Já, vinkonans Helga, ný vinkonans Helga. Helgi er sestur. Hann er sestuður svo ljúfast til létti. Já, maður, ég var að segja að hún gerði algjör mistök, hún hefði getað hrektið svo mikið, sko. Hvernig? Já, ég hefði alltaf fatt það, sko. Nei, það hefði verið svo létt að En ná ég þér þarf eitthvað, já, halló. Eitthvað svona. Komi. Já, ég menna tvo krakkar á gamla leikskóla minni sem ég var að vinna á. Já, ertu mætt með krakkan og hangað? Já, nú var ég að sækja eitthvað þar og hérna vann ég í 2 ár. Heyrðu, nei, hérna Hjálmar, það er búið að hakka Instagram-reikningi minn, svo ég er ekkert að... Já, ég sá það. Heyrðu, Rosnett Bitcoin tilbúða frá þér. Ég var alveg bara, wow. Helgi keypti í þessu, sko. Já, ég er að græða mikið á þessu, sko. Heyrðu, en að því ég hef alltaf verið að, sko, maðurinn mér sagði að ég var að stolka þig. Nú, okkur. Já, af því að ég var að senda Hjálmar og ég var að senda Helga og hún finnst ég vera að stolka ykkur. Sko. Nei, hún... Þú ert bara sterk kona með skoðanir. Þakka þig. Ég er ekki stolker. Ég er sterkur karlmaður með skoðanir. En veistu hvað, Hjálmar? Komi hérna. Ég er að reyna, þú veist, við, hérna Helgi, við erum svo mikið á dýftinni. Já, þeir eru djúb köfunarfólk. Já. Hérna, stelpur, komið hérna inn. Við erum að sækja loga. Ég verð að fara. Ok, við heyrjumst eftir. Bye. Ok, bye. Heyrðu hvað hann er léttur? Já. Þetta er ekki eðlilegt, sko. Nei. Þetta er af því að hann er búinn með lífið sem að fór í gegnum allt sem við erum að fara. Já. Í alvörunni.
Já. Pabbi minn var líka svona. Var hann svona léttur? Alveg bara æðrulaus, bara Já. alltaf bara, Já. þú veist, bara, Það líka bara sem svo skemmtilegt við, þú veist. hann eitthvað vildi svona- aldrei taka hann sveppi, ég var alltaf að reyna að gefa hann sveppi, ekkert alltaf, hann vildi bara alls ekki taka hann sveppi. Ég held að þetta fólk bara, er bara búið að taka sveppi. Já, þetta er bara, þú veist, og ég held að það gera það enginn ef maður hafa þá bara einhverja löngun til þess. Já, sko. maður er aldrei að reyna að hvetja fólk, en ég sagði svona, já, þetta er komið og eitthvað. Það er basically bara til að ná þessum stað, þú getur farið í gegnum lífið og sért ekki endalaust að velta þér upp úr okkur og þú veist bara, ekki bara þrauka, sko, ekki bara vera eitthvað að þrauka lífið, heldur bara vera á lífið og hafa gaman og vera til og það sé skemmtilegt, sko, þú veist, og það er bara, Ég veit það. en þú veist, svo náttúrulega er Hjálmar að, þú veist, á hinum endanum meðan samtalið með samlokuna og súkkulaðistykkið og Já, ég veit alveg að hverju, af því að hann er, þú veist, pabbi var kannski ekki með samlökum, pabbi var, þú veist, hann var feitur og en það er líka, sko, þú veist, þetta eru svona, þetta eru svona atlasar, já, þú veist, og þeir eru með, þú veist, fjölskylduna og standa sig. Já. Og það er náttúrulega bara streita sem fylgir því líka. já, Og líka svona, þú veist, sko matarlistin er líka tengd við þessa löngun að lifa. Vissirðu það? Já. Þú veist, líka expansion, þú veist. Já. Svo að það er ekki bara einhvern veginn að allir sé eitthvað óslega illa stattir sem er eitthvað aðeins feitir, þú veist. Nei. Eða sé verið alltaf að borða hann í eitthvað tilfinningar, þetta er líka svona Það er ekkert að því way of eitt og life. sér, ég menna með súmuglími kappa sem er mjög feitir, sko. Mhm. Það er aða bara, þú veist, gildin, sko. Þú veist, það er bara, Já, hann er komið illa út. já, ég er ekkert að segja Ég það heldur, fylgst sko. með því, sko. Já, ég er ekkert að, eitthvað svona, hann alveg fengið símtal frá, og þú veist, hann fekk nýrnastenna kast og eitthvað, Ég veit var það, svona meira áhyggjur af því svoleiði, sko. ég veit það. En það, þú veist, þó hann byrtist feitur, en það skiptir engum máli, en bara, þú veist, það er þessi, þú veist, það er bara ef maður er að borða við tilfinningar, sem við erum oft átt þessar Fólk getur verið að svelta sig yfir tilfinningar líka. Já, þú veist, þetta er alls konar, allt ökla eira, ofið að van, sko. Já, ég meina það er, þú veist, vera að borða ekki neitt til að, þú veist, hafa stjórn á því eða eitthvað og Einmitt. finna ekki neitt. Þetta er alveg alls konar, sko. Já. Það er enginn sem segir það, sko. Þannig að, nei, ég hef bara haft svona, þú veist, þetta er svo erfitt einmitt að benda á, sko, þú veist, einmitt, og sérstaklega er náttúrulega vandasamt þegar fólk er farið inn í andlega ferðalagið og ætla, sko, að sanna sig sem andlegt, sko. Einmitt, Það er og hinir Og, ekki og fara að taka það mjög alvarlega, sko. Og þá er þetta náttúrulega, sko, það er eiginlega vestafólki, sko. En fyrir mér er þetta ekki svona andlegt ferðalag. Ég veit ekki, ég er svo mikið svona, kannski er ég bara ekki komin þangað. Ég er kannski bara ennþá í trámanu. Já, Ég veit það ekki. Já, það er spurning. En mér langar líka að spyrja annað. Simbi, hvernig hefur hann það? já, ég sem sagt, hann Hann klóraði, misti auga. já, það var svona skotturs hundur minn, sem að mitt var vælandi í bakgrunni í skilabóðum morgunsins. Já, ég heyrði það. Að hann var nú svo skemmtilegt að hafa klóraður, semst hann er í heilugu stríði við ketti. Já, Og ég hef svona alltaf verið með svona, já, ég þarf nú að fara að venja mig ketti og fara á kattaheimilu og láta hann venjast þeim og eitthvað, og svo er hann alltaf aldrei orðin eitt og því að, og verður hann alveg trilltur, sko, bara þegar hann sé ketti, sko, hann bara mjög krefendi, en það er semst eitt svona höfuðpaur í körnu sem heitir Brandur, held ég, og hann lætur ekkert segjast, sko, þannig að Simbi næra, sko, stökkva flestum köttum á braut og þeir svona hlaupi burtu, en Brandur gerði það fyrst og svo stóð hann bara og svo kom hann bara kvæng. þeir fara beint í augun, sko. Þeir gera það. Þeir gera það bara. Já, Nú er það? já, af því ég kött sem er svona brjálaður út í hunda Já, og hann reynir. Þú veist, hann er heyrnarlaus, sko. já, og reynir að ná augunum. Já, þeir fara beint í augun. Það tókst og Ég meina, svo kom bara sýking þeir komist og ekki í hjartað. Já, Þú veist, nema að fara að veltast með þeim. já. Æ, Þannig að hann tók hann bara í auga og ég vissi ekkert að það veri eitthvað,
hélt bara að fengi smá bara mar og eitthvað svona Já. og bara, þú veist, eitthvað svona aðeins í auga, sko. En svo vissi ég ekki að þetta er víst bara það sýktasta sem maður getur fundið. Kattaklór. Já, kattaklór og bit, bara eftir mannsbiti, þá var það svona sýktasta sem getur fengið. Þannig að það var, og það, eins og dýralæknirinn sagði, það þarf að kasta öllu og eldhúsvagnum í það til að, þú veist, þannig að, þú veist, bara fyrir sýkingin í auga og svo byrjar hann bara, þú veist, og ég vissi ekkert um það og þetta var svona svört komedi að ég var búin að fara til dýralæknis og fá ykkur lyf og, þú veist, láta smyrja í augað á honum 3 á dag og gefa honum 2 pillur og alveg, sko, og eina sem augað gerði var að verða verra og verra, sko. Þannig að það var alveg prógram. En er hún sko. ekki í sjokki? Hundurinn? Já. Sko, hundar eru ekki mikið að velta sér upp á hlutunum. Nei. Það eru svona ákveðin andlegi meistarar. Hann er ekki að velta fyrir sér, já, nú er ég bara eineður eða skilur. Af því að hann eiginlega held ég að mist sjón bara mjög fljótlega á auganu. Þannig að, og fyrir mig var það síðan þannig náttúrulega ég hægt og rólega að gera mig grein fyrir því þegar ég sá auga verða ljótara og ljótara að, þú veist, þetta var aldrei að fara að vera venjulegt auga aftur, sko. Það var bara augljóst fyrir mig að sjá það. Þannig að þegar fréttirnar komið, það var svona nánast bara, já, ok, þú veist, það þarf náttúrulega ekki að díla við þetta auga áfram. Þannig að, en svo fekk ég henni fangið og búið að skera auga úr húnum og sauma fyrir auglokið og raki kringum augað og ég var bara svona, ok, þetta er nýtt lúk, þú veist, en svo kemur þetta. Þú veist ekki að gráta? Nei, þetta var allt svo eitthvað, bara lífið, þetta var bara svona, hann fór inn á kötturinn gerir þetta, ég er enda læknan, sýkingin tók yfir, þetta var allt bara svona, þetta var ekki eins og ég hefði ekki átt að, eða ég hefði getað gert eitthvað, það var ekkert að þessu þannig, sko. Þetta var allt bara svona, já, og svo er bara, þú veist, situr eftir, þú veist, ég elskar hann ekkert minna, hann er ekkert minna virði fyrir mér. Elskar hann ekki meira? Jú, og eiginlega náttúrulega færi okkur nær einhvern veginn að vera með hann svona lítinn og sorgmættan og þetta er alveg svona tilfinningalegt prósess og hann er ekki að hugsa eitthvað, já, nú lít ég ekki nógu vel út af því ég er bara með 1 auga, skilur, hann er ekkert að, og ekki svona pæl í því að hann hafi einu verið eitthvað með 2 augu til að horfa, sko, og nú bara hitt auga að tekja við og eina sem er núna, ég er bara búin að þurfa að hafa hann plastskerma á honum held ég í mánuð, kringum hálsinn, svo hann klóri ekki það og ég er að vera svolítið þreyttu prógram að vera alltaf með plastskermi kringum hálsinn á sér. Þannig að það er svona, já, þetta er bara, já, stundum er bara lífið, það vildi þetta og þá er ég bara, ok, svo getur vel verið einn daginn bara lítið á hana, hvað er auga? Þú veist, en ég einhvern veginn horfði á þetta var allt svo óumflýjanlegt og þá er ég bara eitthvað, því að það er svo sem ekkert að gerast, skilur, nú er hann bara með 1 auga og sér ennþá og er ennþá krútlegur og ennþá, þetta var þetta leðilegt þegar hann var þegar maður var að horfa á auga verða verra og verra og hann var svona eitthvað kvöldin eitthvað vælandi og maður að gefa einhverja verkjapillu og þetta var ekki svona, og svo veist ekki, þú veist, er þetta að fara lengra fyrir sýkingin áfram og þú veist, já, eitthvað svona og þú getur alveg verið, þú getur alveg farið í eitthvað worst case scenario bíó en svo bara, ok, þú veist, það bjargaðist og hann er að vera hressari og sprækari og þannig að þá verður maður bara að líta björtuleganar á þessu. En þú lærði business, var það ekki? Jú. Ég læri semst, ég fer svona mín leið að hlýða kerfinu og það er bara, var bara feta brautin eins metnaði fullt og ég gat í 25 ára aldur sem ég var komið 2 mastersgráður og búin að mennta mig í Kaupmannahöfn og New York og Prag og svo náttúrulega vildi ég ekkert gera það, sko. Nei, einmitt. Var þetta bara svona að ætlaði að fara kassa? Ég ætlaði bara að fara réttu leiðina, þú veist, í lífinu en svo var ég bara búin með það, þá var ég bara, já, nú vil ég bara fá velunin mín. Já. Svo komst ég að því að lífið virkar ekki þannig, sko. Og hvað, alltaf var eitthvað rétt að svarið og einhverja, þetta er í raun og veru eins og ég talaði sko, stundum finnst mér bara eins og ég, veist, partur af mér var svolítið þroska skertur eftir þetta, sko. Eftir námið? Já, þú veist, það er gagnlegt að kenna börnum á einhverjum punkti, þú veist, þú læri þetta, næst þú læri þetta, en svo þú tekur alltaf bara, þú veist, 25 ára, þú er búin að mæta öll haust og alltaf eftir jól og það er eitthvað sem segir þig hvað átt að læra og segir þig hvað átt að gera, tekur allt sjálfstæð hugsun í burtu, sko. Ég er svo ánað með alla þessa lesblindu, ég veit, ég verð drepin fyrir að segja þetta, en ég hugsa bara, ég er að sjá bara alltaf fleiri og fleiri sem get ekki lesið. Mér finnst þetta svo
mér finnst þetta vita á eitthvað, þú veist, þetta veit á eitthvað nýtt. Ég meina Hjálmar, hann kláraði, þú veist, nú var bara ítt í gegn grunnskóla og fjall bara strax í framhaldsskóla Já, já. og gatið þetta ekki, en svo endum við hvar á sama stað. Nákvæmlega. Og Sem er, þetta þú líka, þú veist, líka bara að, þú veist, þessi ofur áhersla á bóklestur, Já, þú veist, þegar þetta hlusta allt í dag, það er líka að læra bara, ég ætlaði að fara á TikTok að því að reikningurinn er ónýtur og hérna, ég verði bara að fara að þanga hitt eitthvað annað og hérna, það, þú veist, ég læri svo mikið á TikTok eða bara, Instagram. þú veist, þetta er svolítið fyndið að Hvernig á þetta að, þú veist, þetta er bara það verða að gaggrina krakka fyrir að vera föst í tölvunni og vera eitthvað, en þú veist, þau læra allt svona sem er Ég veit skemmtilegt. Þú lærir eitthvað í leik, þá lærir það, þú veist, hvað rannsókn, 10 sinnum hraðar. Já, já, já. En það verður eitthvað neginn, þetta er svo mikið rof á milli, það sem á að vera gaman og svo það sem á að vera, þú veist, að læra. Og þú veist, þegar þetta er svona mikið rof á milli þessar að tveggja hluta, þá verður, þetta verður svo bipolar heimur, sko. Þetta á bara að vera gaman, þú veist, þetta er svona eins og ég man eftir að var hérna, í Japan var svo mikið að flinkum smiðum og það var því að, þú veist, krakkarnir fóru með pappa sínu sem var smiður og þau voru ekkert að leika sig með eitthvað svona Fisher Price hamar, þau bara fóru með lítinn hamar eins og pappi og byrjuðu bara að gera eins og pappi og þá alltaf voru þau bara að læra og vildu gera eins og pappi og vera eins og, þú veist, og kópera og þá alltaf byrjuðu til lista smiði, sko. Við erum alltaf í einhver svona þykistunarleik fram eftir öllu. Ég er að gera bara einhver business case, einhver 23, 4, 5 eitthvað að búa til einhver svona þykjustunni business og þykjustunni, svo kemur við út í heiminn þá bara treysti ég mér ekkert í alvöru business og læri raunur ekkert viðskipti fyrir en ég fer bara að reka mitt eigi fyrirtæki og klúðra því og fer á hausinn og fyrir framkvæmdir og, þú veist, lærir umverulega hvað þetta er, sko. Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona Excel-skjal. Þetta eru nákvæmlega og þetta er skólinn, sko. Þetta er svona alveg skóli. Hérna, já, ég er svolítið svona á móti skólum, sko. Þetta format er allavega, þú veist, ég skil alveg skóla út frá því bara að það þarf, þú veist, það eru börn og fólk þarf að vinna og það er félagskapur og þetta er þú veist, stofnun sem heldur utan um æskuna og þú veist, mér aldrei gera lítið úr því, sko, en hugmyndaleysi sem kemur að því og þá er ég ekki að gagnrýna kennara, bara heldur námsefni og þessi námstök og bara þessi gamla hugsun sem er bara, þú veist. En hvernig gætu við, þú veist, eins og kannski í framtíða heimi, þú veist, að það væri bara 20% sem getur lesið. Þú veist, þetta verður allt annar heimur, einhvern veginn. Heimurinn fer alltaf eitt skrif einu, það er aldrei vöknum aldrei upp til daginn. Heyrðu, 20%, þú veist. Ég menn, akkur, já, þarft að geta, þú getur bara að tala inn í síman, bara götunafnið, segir bara eitthvað Flókagata 14. Þetta er alveg bara þannig og ég menna bara upplýsingar og bara spyrð bara AI, bara heyrðu, hvernig er þetta og hvað er þetta? Getur látið lesa allt fyrir þig, getur látið. Já, ef við erum bara að fara í einhver tíma það sem að, þú veist, hlutinir er að breytast og þá er bara spurning hvað tekur við. Ég menna bara þetta sem við erum að gera núna, þú sért með eitthvað podcast og eitthvað, þú veist, 1950 þá var þetta ekki boðið eða bara svo 2000 var þetta ekki boðið eða skilur. 2010. Þannig að við verum bara að vona að, þú veist, þessi breyting að sé eitthvað á hinum endanum á því. Já, ég held að þetta sé allt rosalega jákvætt, líka AI og ég er ekki svona Dómsdags. Nei, Nei, ég bara get ekki einhvern veginn. Heldur þú að sé að koma heimsendir? held ég. Já. Hvernig þá að Nei, ég meina, er það bara þín Hvað er tilfinning, heimsendir? þið bara alltaf fara til fjandans? það er allt, ég held Það ég búið að er vera að fara bara- til fjandans bara í mörg Það er hundruð. bara alltaf. Bara að þú skoðar, þú veist, hérna söguna, þú veist, bara trú er náttúrulega byggð á því að, þú veist, að syndaflóði komi og við trúum því að því að það stóð bara þegar við vorum búin að vera að gera Guð nógu reiðan, þá myndi hann hérna flæða, myndi allt flæða. Núna heitir þessi Guð vísindin og er í formi global warming. Já, og AI líka. Já, global warming sem er basically, þá mun allt flæða, skilur. Þannig að það er innbyggt í mannkynið Við viljum heimsendi. sameiginlega, þú veist, svona kollektífi óttun okkar er óttin við heimsendi. Líka þrá eftir honum. Já, hvernig lýsir því? Ég held að það var Freud sem sagði bakvið
þinn dýpsta ótta er þín mesta þrá Já. og bak þína mestu þrá er þín dýpsti ótti. Ég held að það var líka þarna Murakami sem sagði sko dýpst í hjarta hvers manns er löngurinn eftir heimsendi og en þú veist, svo er heimsendi svo rosalega vítt hugtak sko að því að ákvarðat núna þú veist, eftir 100 ár verður komin heimsendir hjá 99,9% af mannkynni það er ekki meira Þetta er það kannski skárri tilhugsun að koma heimsendir heldur en að við séum að fara að deyja bara ein. Já, þetta Að er þetta sé sami að við deyjum öll. bara saman, Við skilur erum öll að fara að deyja saman Já, í heimsendi. Já. Og það er bara svona bærilegri hugsun. það getur verið Heldur að ég, þú veist, ein eitthvað að fara ein og er að missa alla, þú Já, veist, já. í kringum mig Já, já og missa allt. Það er nefnilega hinn endin á þessu heimsenda ótta það er bara, þú veist samt að bara öll sem er á jörðinu núna við erum með svona bara dagsetningin, það er bara mismöndi fyrir okkur en innan 100 ára, það verður bara komið nýtt lið þetta bara allt annað fólk, skilur Við verðum glemt, sko, Já, já, eftir, þannig að ég þetta verð bara glemt bara eiginlega strax. Já, þú fæst strax, ég verð Ég eitthvað fer- lengur Þú verður 50 ár kannski. Talsvert lengur Kannski. Ég er Eða, lengur. þú veist, barnabörnin munu... Já, ef þau þú munur að úteignast hlusta á þau gamla þá- þætti á hæ Afi Pældi maður getur hlusta á gamla þætti með afa sínum það verður rosalegt Langafi Nei, Og horfa á vídeo á þig. bara á vídeo Bara svona, já. Það er rosa falleg. Við, er svolítið sorglegt að við náum því ekki Það er ekki til, ég veist, til einhverja eldgamla svartkvíta myndir af afa mínum sko, og ömmu Já, og jafnvel meiri sé af foreldri mínum en pældi maður getur bara sé bara myndbönd í fullum gæðum af mömmu sinni bara eitthvað, þú veist, ungri og bara sjá hana jafnvel sko myndir af henni bara á djamminu eitthvað og þú veist, vera að tala eitthvað í bara myndavélina eitthvað á TikTok bara. Já, bara á TikTok eitthvað bara bara fyrir 40 ára þá var mamma henni að gera þetta og þú myndir bara sjá bara maður fengið svo mikið download úti vá, hún er alveg eins og ég, eða vá, þú veist, eitthvað svona við erum bara með eitthvað eldgamla myndir og eitthvað gamla sögur sko. Já, en það er spurning svona, það er spurning. En það ofta að fenna fljótt yfir mann, sko. Og hérna, það er líka þetta stræf, þú veist, að gera eitthvað til að vera muna eftir manni. Og líka, og allt þetta með að búa til börnin og síðan, sko, barnabörnin eigi ekki eftir að muna samt, hvað maður heitir. Nei Barnabörnin. Það er bara mjög fljótt líka innan, þú veist, blóðtengsla. Það bara fennir yfir þetta allt. En svo er líka spurning ef þú ert farin Já. hvaða þörf hefur fyrir að láta mun eftir þér Nei, ég menn þú hefur náttúrulega bara þörf fyrir það núna. Ég er að segja, þetta er svona Já, þú ert bara og að til leggja hvers? inn eitthvað. Þú ert að Það er líka partur af svona Já, egodauða það er bara, þú veist, þessi rómversku keisara sem ég vil að nafn mitt standi í 1000 ára og svo bara, why? Það er ekki svo þú verður þarna til að fagna því eða, þú veist, endurfæðist um ykkur annar og þess vegna er þetta, sko Byron Katie segir dauðinn er síðasti þú veist, smokescreen eða reikskjárin fyrir ástina því að ástin er allt sem er ekki veist, hún er allt sem er raunverulegt og allt sem er ekki raunverulegt fer sérstaklega identity eða egoð okkar það sem við höldum að við þurfum sko. Henn er alveg sama það sko. En svona egodið er bara þú veist sko þú veist, þú verður alltaf að fá aftur egoðið þitt, sko. Nema ætlar að vera bara, þú veist, búa í sjálfstæðri búsetu og það er eitthvað aðstáðið, sko. Það verður alltaf að koma til skjalana því að ég meina, þú veist, annars þarf bara að fjalla bara parta úr heilanum á þig, sko. Og hérna, svo þú getur kannski upplefað það í einhverju svona ferðalagi eða líka svona near death experience og það breytir þér en það mun alltaf koma aftur og vera með þér af því það er partur af okkur og á að vera partur af okkur og Já, þetta er bara, þú veist, við erum hérna sem persónur í þessu lífi einstaklingar, þú veist, við erum ekki alvitundin í þessu lífi hérna Nei, og persóna er bara gríma, það því gríma. Ég er að segja það, sko. Þannig að það er alltaf, þú veist,
og þarna allstaðar sem paradoxið sko, það Guð, þú veist, maður á að vera bara eins mikið sjálfur og maður getur á sama tíma og maður ekki að taka hennu persónulega þannig að hvernig ætlar að sætta það að vera, þú veist, ógeðslega mikið þú á þess að vera að taka ógeðslega persónulega, þú veist, að þú sett ekki alltaf aðalstjarnan og allt þetta og þetta finnst mér vera svolítið svona að æfa sig að verða sem sagt persónan, svolítið eins og ég upplifði því að bara, ég byggði feril og ég byggði hús og ég varð einhver og veist, finally en svo fæ ég að sleppa þeirri hugsun hver það og hver ég skilur, því að það bara, svo hún bara illusory og þá verður eitthvað stærra að taka við þannig að ég held að sé bara partur á alveg svo bara læra veist, og þroskast og verða einhvað og ég meina, það talaði að við séum í raun og veru sjálfslaus til svona eins og háls og það talaði það svona the terrible two þegar einstaklingurinn og ego að fæðast inn og mitt og ég og stríði við heiminn byrjar því að fram að því þá held ég við upplifum okkur bara sem foreldrar okkar maður hefur ekki sem sagt getur til að átta sig að maður sé önnur manneskja, maður bara vitund, veist, það ekkert eitthvað ég þessi manneskja eða með nafn eða, veist, ég bara foreldrar mínir, þess vegna svona skilnaður við þá þetta stóra andlega stökk og bara alveg sem naflastringin, það verður eftir sár sem við köllum móður og föðusárið þegar við skiljum við þau og við áttum okkur þegar þau ekki guðir, heldur bara einstaklingar sem fættust hérna eins og við þannig að, þú veist, en það aðalega bara, þú veist, hvar egoið að valda þjáningu, hvar við að halda í að ég þurfi eitthvað eða þurfa að vera eitthvað eða aðrir, skilur, svona, þar finnst mér stóra málið vera í lífinu, sko. Mér finnst það valda mig þjáningu núna, ég að hugsa bara, ok, kannski verið Grimmur Snær bara alltaf svona andlegu þáttur, langaði svo mikið eitthvað að hlæja með Helga, en við erum bara á andlegu nótunum og hann að ég get kannski aldrei gert eitthvað svona hasar þátt og það bara að gerast núna. Finnst þér að vanta vorkun fyrir þetta? Nei, alls ekki. Ég bara svona legg þetta fram líka samt pínu svona sem eitthvað tvist. Megum ekki þegja og lengi að því þetta útvarpinu líka. Hvað heldur að fólk gerir? Skipti. Og hvað gerist þá? Fer yfir Rás 1. Ég man ekki, já, ég held að þessi hliðina Rás 1. Eitthvað segir Bylgjan eða Rás 1. Eitt sem ég lærði. Við erum náttúrulega í spilarnum, hérna, það ekki í spilarnum. En ég get alveg að sagt þér eitt að með öllum útvarpsstöðvunum. Það var eitt sem ég lærði Það er bara svona 50 útvarpsstöðvar í Íslandi. Í mínum 500 þáttum að hæ nokkuð snemma að þögn ekki það versta sem getur gerst, sko. Nei, auðvitað ekki. Og fólk fyrirgefur hann alveg. Já. Það er miklu verðmætara sem að kemur út úr okkur heldur en það að við þögum ekki, sko. Það vartu komin F957, bara það sem að má aldrei vera þögn og því bara haldið á yfirborðinu. En ef þið langar til að gera, þú veist, grínþátt, skilur þér? Þetta er alveg mestar luxus vandamál sem ég heyrt, að það er eitthvað mér langa að gera. Já, ég veit, þú getur alveg sagt það. Ég vildi gera grínþátt. Nei, ég er bara tjá löngun. Það er ekkert eitthvað svona mér langaði. Það er þitt take á það sem ég sagði. Þú sagðir? Ég geti rúst þær í rökgraðum, held ég. Já, var það? Ég held það, í alvörni. Ég var til að rökgraða við þið. Já. Heldurðu ekki að ég geti rúst þær? Þetta er eins og að segja aldrei rökgraða við fíbla, menn draga þið niður á þitt plan og vinna þið með reynslunni. Svolítið þannig, en þú getur ekki gert það. Nei, ég held samt sko... Það væri samt fyrir þig að rökgraða við fíblið. Það væri samt gaman af því að þú getur einhvern veginn, af því ég hef svo trú á mér að ég geti unnið því rökgraðum, en þú myndir alltaf vera að busta mig. En ég myndi samt, þú veist, tefla við þig áfram. Já. Þú veist, en alltaf vera... Þú veist sko þú veist, ég bara svo ég komi með... Nei, í alvörni. Ég væri svo til í að rökgraða við þig, sko. Já. Ég var sko í ræðuliði, sko, ég var að keppa við hana
Mín best Takk Já, sem var borgarstjóri. það er auðvitað hver vann þá Rökræði, Já, það er kappræður þær kappræður, það er enda rétt en þú veist, hver er að hafa gaman í dag? Þú veist, hver er með grimmi á snar og allt það? Já, sem er bara andlega þáttur eftir allt saman Sko, það var 8 á einu Veistu, ég held að við höfum svona svipa mikla trú á því að við séum úsla góð í rökræðin. Ég ætla bara að segja eitt við þig svipa, nei, í alvörun Helgi, að því, þú veist, ég gæti bustaði, held ég, ekki bustaði, en ég gæti, þú veist, þú heldur að engi geti unnið í rökræðin, ég gæti það. okay. Heldurðu það? Til hamingju Heldurðu það? Já, ég held það Þetta þú vinnur mig Nei, heldur að engi geti unnið þig? Held ég að enginn geti unnið mig Já. Þetta er náttúrulega svo breytt hvernig getur ég sagt þetta þetta, ég veist, það fer bara Nei, algjörlega ekki taka þetta eitthvað svona. Þetta fer algjörlega eftir viðfangsefninu Þú veist, ef einhver er alltaf að tala um pólitík alveg bara klárlega að ég myndi ekkert hafa eitthvað í það eða Þú er svo absolutt, kott í leikin. Nei Jú, þú tókst absolutt eins og skilabóð, þú ert ekki alveg búin að merkja mig sko. Þú þarft að ákveða, þú veist, ef þú ert að fara í eitthvað svo kannski ákveður maður ekki neitt, svo bara verður til eitthvað podcast en til dæmis var ég oft í byrjun á hæ að reyna að hafa það svona með andlegu þema Það er ógeðsla fyndið. Já, svo var það bara fyndið, fattarðu Og ég reyna að hafa fyndið og verður andlegt. Já, svona, mér langaði til að kæmi inn og veri líka stundum á dýftina og líka stundum, en það er svolítið bara eins og, þú veist, hlutir geta ekki verið allt, þú veist, ef þú ert að horfa á, þú veist, þú getur alveg verið með blöndu af einhverju, skilur, en þú ert með gamanmynd eða spennumynd eða, þú veist, eitthvað svona, en það er rosalega erfitt að gera myndina allt í einu, skilur. Já, þannig að ef þú ætlar að hafa, þú veist, bara eins og ég og Hjálmar, þess vegna þegar við förum í spjallið, það er svona undirliggjandi hlátur, skilur, það er svona undirliggjandi í orkunni, þess vegna er að segja, þegar þú kemur inn og ætlar að fara að kynna og byrjar, já, mér langar svo að gera svona hæ, fyndin, það, og allt í orkunni segja, það er ekkert í þessari orku sem segir mér eitthvað, já, þetta er ógeðslega fyndið sem hún er að segja, best að taka þátt í því, skilur. Þú er samt ekki alveg búin að ná mér, sko. Ok. Þetta er þér að kenna sér. Já, þetta er mér að kenna, já. Þið langar að gera fyndin þátt, en ég náði þér ekki í byrjun þegar þú komst með þessa... Þú gafst ekki lesið mér nú, já. Nei, og þess vegna er þetta ekki fyndið. Þess vegna er þetta ekki fyndið. Þess vegna... Þáttur þinn er ekki fyndin af því að ég náði þér ekki. Og engin viðmælandi er að ná mér. Nei, þess vegna er þetta ekki fyndið, en þú ert svo tilbúin að gera þetta fyndið. Ég er ógeðslega tilbúin. Ég er öll að vilja gerð, en ef ég er alltaf að ná í viðmælandi sem er bara ekki að ná mér, þá náttúrulega er þetta ekki að takast. Nei, ég er alveg svona, en ég er alveg líka, þú veist, já, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Ég var óslega til að rökraða við þig. Já. Og fegst ágættist ekki fyrir hérna. Þetta varum að taka podcast átt og þau geta komið með eitthvað, með á móti. Já. Já, með á móti, einmitt. Já, Hjálmar voru með þann lið einmitt í þættunum. Það? Já. En þá líka tekum maður svona pínu play acting, skilur. Þá svona tek ég alveg með þið, skilur, eins og Morfís. En bara partur af mér er, og mínu, veist, ég er svona alveg stoltið upp sem diplomati og ég get alltaf sé point í því sem hinn er að segja. Veist, ég þarf ekkert að hafa rétt fyrir mér endilega. Ég get alveg verið með bara og hérna, já, það er bara fínt, skilur. Haf þú þessa skoðun og ég skal bara virða hana og geta alveg séð hvaðan þú kemur. Skilur. Það er enginn sem breytir basically einhverjum skoðunum í kappræðum þegar ego er engaged að það er orðið virt og þá gerir þú ekkert bara fólk saman herðist í skoðunum sínum og ef þú ert svona tiltölulega klókur þá fattar það og þá náttúrulega bara getur þú sagt ég skil og hérna samt kannski skilur það ekki endilega. Einu sinni voru þið samt það var eins og að væri á eitthvað tímabil sem væri bara þar sem þið voruð eitthvað svona, það var eitthvað svona núningur. Á einhverju tímabili? Þetta var svolítið langt tímabil. Hvenær? Ég man það ekki. Þetta er kannski eitthvað svona oftúlka að mér, að mér fannst þess að þið værið eitthvað svona snúnir. 500 þættir. Já, ég veit, ég er ekki að segja. Og þar fyrir utan eru búin að skemmta saman. Já. Ábyggilega 200 sinnum. Já. Við höfum átt
kannski 700 innkomur þar sem við erum að þú veist, svona tvista af hvort öðrum og það bara eins og lífið og hjónabandið og þú bara ferði í gegnum tímabil og nema þetta bara alltaf til sýnis. Já, mér finnst það svo fallegt að og líka sjá okkur koma út úr þessu. Já, og já. Og örugglega betri vinir eftir. Já, það bara, þú veist, svona bara partur af því að maður alltaf að þroskast og maður hverfur óvart inn í réttlætingar hellinn sinn og finnst maður hafa rétt fyrir sér og fer að standa í einhverju litlu heilugu stríði fyrir sjálfan sig og það bara partur af lífinu, sko. Og og ég held að að það gerir þetta með bara eins og hjónaband, skilur mig. Þú veist, maður á tímabila sem maður inn og út og upp og niður og ég held að sé bara, þú veist, á meðan maður getur haldið haus í gegnum dimma dalinn. Þú veist, og bara alltaf í heiðarleikanum og elta heiðarleikan. Ég meina, það búið að koma upp alveg þú veist, á 5 árum sem við verið með þáttina, þá búið að koma upp alveg nokkuð skipti það sem að, þú veist, ég meina Hjálmar búin að bjóðast að vera, þú veist, hann var í morgunþætti á FM og hann þú veist, núna allmest hann með þátt á K100 með Everúsu og hann hefur verið í sjónvarpsþáttum og bíómyndum og skilu og ég bara, þú veist, bara hvað kemur, þú veist, og hvað endar á að verða á toppnum. Ég hef alltaf bara haft trú á því ef þetta á að verða, þá á þetta að vera. Allt sem raunverulegt og hefur sterkan þrá, það bara á að vera. Þú veist, ef þetta weak og flæðið ekki gott og skilu þá bara dettur út í fyrstu mótspyrnu en til að ég vil tala það held ég að sko 3% af podcastum komist yfir 10 þætti og 1% yfir 20 eða eitthvað alveg, sko, þú veist. What? Veistu hvað ég er komin í? Hvað? 23. Já, bara komin í 1%. Í alvörunni? 1%. Hvoru megin? Ég skil ekki. Hvoru megin, hvað meinar með hvoru megin? Þú veist, 1% og ég er komin í... Það eru 99% af podcastum sem hafa fengið nafn og farið í lofti komast ekki yfir 20 þætti, eitthvað svoleiðis. Það meina það? Já. Hvað er það sem er að stoppa fólk? Nú bara kannski eins og áttu það á að þetta þú veist, þú þarft að vera consistent, þú þarft að vera aftur og aftur að taka upp þátt og það þarf að vera eitthvað, þú veist, sterkur þráður í gegnum þá og skilja þetta viku eftir viku. Ég meina við, eins og í byrjun, ef ég og Hjálmar hefðum ekki verið með sponsa og svona frá byrjun, þú veist, eins gaman á þetta var, þá kemur alveg tími þar sem að einfaldar að sleppa þætti frekar en að gera hann og þú veist, og þú sleppir einu sinni og svo kemur næsta vika og svo allt í einu kannski komin bara eins og gerist hjá mörgum, allt í einu komin mánuði frá því að tekja upp podcast og henda menn í eitt þátt og kannski taka næstu viku og svona, skilju, bara þú veist, og svo bara verður þetta 22 þættir og það enginn sem ákveður, nú hættu við. Þetta svona, ég held að flest podcast já, við get, þú veist, þetta þarna en þetta ekki, og þú veist, allt þetta, sko. Já, síðan þetta líka má svolítið gott sem Egill Gunnar Smári Egilsson sagði við mig, hann sagði, þú veist, ég var eitthvað fyrst, þá var ég eitthvað að horfa á þetta og ég var bara, oh my god, þetta er ræðilegt, ég var bara shit, og hann sagði bara, já, þetta er raunverulega egodauði, sko. Þú veist, að bara koma, þú veist, koma í mynd og podcast og vera bara að tala út úr raskatan á sér og segja alls konar, segja alls konar vitleysu og vera bara... Mér leið bara í fyrsta þættinu og ég var bara með doða, sko. Ég sagði bara þetta er enginn að fara að hlusta á. Já, og ég meina, og líka það bara, þú veist, hvernig verið dæmt, sagði eitthvað vitlaust, eitthvað, æskilum, allt konar, þetta. Þetta er svo mikið sem potar í, þú veist, já, fólk svo fólk líka bara, já, einmitt já, einmitt ég er allavega rosalegur aðdáandi já, gaman að heyra og, þú veist, ég held svona, þú veist, ég pínu starstruck líka, er ekki gaman að heyra það? Jú og þeir sem veit ekki hver ég er vinsanlega bara kynnið ykkur máli það fyndi í dag með að það áhrif að valda á eitthvað svona rosa stóri og svo veit einhver ekkert hver hann er. Já, ég veit það. Þetta er ekki gamla góða RÚV fræðin, það sem allir bara Hemmi Gunn var bara Hemmi Gunn og það var bara svoleiðis. En þú veist þessi kreðsa sem ég er í svona lista eitthvað, þú veist, það er allir bara hæ, hvað er það? Já. Og það fær alveg tent, annarkvort veit fólk rosalega mikið um hann. Já. Þegar maður deilir svo miklu í hlaðvarpinu 2 viku eða þú bara veist ekki. Já, þeir tókuð alltaf 2 þætti viku. Við gerum það alltaf, já. Alltaf frá upphafi? Nei,
ja, eftir 4-5 mánuði byrjaði að vera þetta. Á hvað dögum takið upp? Mánudagum, 50. Nema í dag tók að miðvikudag. Þú voru að taka upp á það? Já. Saður í hæ að voru að koma hingað? Já. Nei! Í Jú. Grimma og Snar? Já. Saður í Grimmi og Snar í hæ? Já. En í 50 sættinu sem áskrifta þáttur, þannig að það ekki að margir. Heyrið það, ef þið viljið heyra þetta. Takk. Það er æðislegt Bara að sagt það. Já. Mín er ánægjan. Takk, hérna, já Helgi, við kannski, ef þú vilt koma einhvern mann aftur þá getum við tekið eitthvað rökræður. Já, undirbúið þetta. Komdu með eitthvað svakalegt. Ekki. Nei, ok, ekki undirbúið það. Þið undirbúið ekki neitt, sko. Nei. Gerið þið það? Nei? Nei. Þar heyrið þið það. Takk fyrir. Þar heyrið þið það. Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar. Heyrðu, þetta var eitthvað. Hérna. Já. Ekki alveg að deyja. Það gerist í loftlausum, gluggalausum herbergi. Varst þú bara hérna? Nei, gaman. Þú hlustaðir á þetta. Oh my god.